Ósk Jónsdóttir. Dagskráin er í 12 liðum og þar af eru 6 fundargerðir sem eru lagðar fram og ég ætla bara að byrja á máli númer 1, það er velferðarþjónusta Vestfjarða. Forseti leggur hérna fram til síðari umræðu lokadrög samnings sérhæfða velferðarþjónustu á Vestfjörðum og leggur jafnframt til við bæjarstjórn að samþykkja samninginn auk þess að gefa bæjarstjóra fullt umboð til undirritunar hans og samþykktar fyrir hönd bæjarstjórnar ef til kæmu minni háttar breytingar á samningnum við lokaútgáfu hans. Orðið er laust þennan samning. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Eins og þið sjáið þá hérna í drögunum á fyrirliggjandi samningi þá er búið að setja inn megnið af okkar athugasemdum. Við megum samt alveg búast við því ef þetta verður samþykkt að það komi inn aðrar minni háttar breytingar. Hann er enn í samþykktarferli í öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum því það var fyrri umræða í Bolungarvík á þriðjudaginn þar sem þeir samþykktu. Umræðum er lokið í Vesturbyggð með 2 umræðum og líka í Tálknafirði, í Kaldranarshreppi og ég er ekki alveg viss með Reykhólahreppi, það er allan búin fyrri umræða þar. Þannig að þetta er ekki búið að klára umræðan á öllum stöðum og við erum núna hér í seinni umræðu. Þannig að og ég veit að Bolungarvík mun koma með minni háttar breytingar á samningnum þó ekki efnislegar. Þetta er oft bara meira skýra ákvæði og og það er þannig verið minn útgangspunktur að það er bara betra að hafa samningin mjög skýran af því það dregur úr því að það verði einhver vafamál framkvæmd samningsins. Og svo það er þetta sem þarf að gera þetta í framhaldinu og það er þetta margar spurningar sem hafa vaknað í öllum sveitarstjórnum við umræðuna og það er bara ákveðin útfærslu atriði. Þannig að við þurfum að gera viðaukasamning við þetta bara hvernig rukka fyrir þjónustu og svo framvegis. Og það þurfum við bara að vinna svo í framhaldinu með hinum sveitarfélögum. Núna þurfum við bara að sameinast hvað form við ætlum að hafa á þessu og þá er það næsta skref, það er það útfærslan, hvernig rukkum fyrir þjónustuna og hvernig þjónustin verði nákvæmlega háttað. En Strandabyggð ákvað að vera ekki með og ég sá í fundargerð hjá þeim frá því, ég held að það hefur verið frá því á mánudaginn, frekar en þriðjudaginn, að þeir ætla að leita samstarf til Skagafjarðar og óskast því að Skagafjörður verði leiðandi sveitarfélag á sviði barnaverndarmála og fötlunarþjónustu. Þannig að það er allan ljóst að þeir eru ekki á móti forminu sem slíku. Það er eitthvað annað hvort það er þeir finnst hentur að leika norður eða eitthvað annað. Þannig að ég hef ekki heyrt í sveitarstjórnum þar en við höldum bara áfram með hins sveitarfélaginu, allir hinn eru það með og við megum að gera ráð fyrir því að verði einhvers konar minni háttar orðalagsbreytingu á samningnum. Þannig að ég myndi óska eftir leyfi fundarins bara til þess að fá þá ljúka honum með leyfi til þess að gera minni háttar breytingar á honum með þessum hér er lagt fram. Og svo þetta í framhaldinu kemur þá fyrir viðaukasamningur sem það færi þá þetta fyrir þetta velferðarnefndin okkar og svo erum við bara með þetta þá ábyrgð á þessum málaflokki þannig að þetta verður mjög reglulega hér til umræðu á þessum vettvangi. Takk fyrir þetta, Arna. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Já, Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég vil bara lýsa yfir ánægju minni með þessi samningur skuli vera komin allavega hingað í Höfn og við höfum þá tækifæri til þess að vinna málið áfram. Þetta er búið að vera nokkra ára þrautaganga og við töluðum nú það á síðasta ári að það væri markmið okkar að auka samstarf milli sveitarfélaga á Vestfjörðum og byggja upp traust og ég held að við séum á réttri leið. Þannig að ég er bara mjög sátt við þessa niðurstöðu og óska okkur velfarnaðar í þessum málaflokki. Takk fyrir þetta, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þennan samning upp til atkvæða og jafnframt það að bæjarstjóri sem veitti fullt umboð til undirritunar hans og samþykktar fyrir hönd bæjarstjórnar.
Vinsamlegast gefið mér merki ef þau eru samþykkt og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 2, þetta er móttaka flóttamanna árið 2023. Hér er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1233 sem haldinn var 7. mars síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki að Ísafjarðarbær taki á móti allt að 40 einstaklingum í samræmdri móttöku flóttafólks á tímabilinu 1. febrúar 2023 til 31. janúar 2024. Forseti leggur hér fram til samþykkta þjónustusamning við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið samræmda móttöku flóttafólks. Auk þess mun forseti bera hér upp viðbótar Nei, það er næstum afsakið. Já, ég er að rugla. Auk þess er lagður fram til samþykktar viðauki 2 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2023 vegna málsins. Áhrif viðaukans á A-hluta eru 1.452.872 til hækkunar á rekstrarafgangi. Og orðið þessa tillögu bæjarráðs. Arnaldur. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það eru tilheyrendur. Ég vil bara fagna þessu máli og þakka fyrir vaska framgöngu embættismanna og annara sem hafa komið að þessu öllu saman. Mig langar að árétta að þetta er svona heildarsamningur yfir alla þá flóttamenn sem við munum taka á móti og nú þegar erum við búin að taka á móti 28 skilst mér. Þannig að þetta er í raun viðbót upp á 10-12 eftir því hvernig á það er litið frá því sem að nú er. Og það er nú þegar búið að finna húsnæði og velferðarsvið telur að þetta eigi allt eftir að geta gengið vel og snurðulaust fyrir sig hér eftir sem hingað til. Þannig að ég fagna þessu ég fagna þessu. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir lið 2? Svo er ekki og þá ber ég þennan þjónustusamning upp til atkvæða. Vinsamlegast gefið mér merki. Þeir eru samþykkt þessu. Og þetta er samþykkt samhljóða. Mál númer 3 á dagskrá bæjarstjórnar, það er verktakasamningur samþætta þjónustu og kennsluráðgjöf. Þetta er tillaga frá fundi fræðslunefndar númer 450 sem framfór 9. mars 2023 að bæjarstjórn samþykki samning samþætta þjónustu og kennsluráðgjöf við Sólveigu Norðfjörð sem nú sinnir verkefnastjórn við innleiðingu farsældarlaganna í Ísafjarðarbæ. Ásamt verkefnastjórn mun hún jafnframt sinna kennsluráðgjöf í Ísafjarðarbæ. Samningurinn gildir frá 1. ágúst 2023 til 31. desember 2024. Þetta er ein tillaga en svo mun þarf forseti að bera fram viðaukatillögu við þetta mál að samþykkja viðauka 3 í fjárhagsáætlun vegna verktakasamnings samþætta þjónustu og kennsluráðgjöf og það glemdist að gera viðauka við málið á fyrri stigum og viðaukanum var bætt inn í gær inn í fundargátt og er tillagan svo hljóðandi tillaga til bæjarstjórnar að samþykkja framlagðan viðauka 3 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2023 vegna málsins. Áhrif viðaukans á A- og B-hluta er krónur 0. Orðið laust þennan dagskrárlið. Nanni, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það er bara endalaust tilefni til þess að fagna og ég fagna þessum samningi einnig því að þetta er það sem að kennarar hafa kallað eftir inn í skólana að fá kennsluráðgjöf við þau fjölmörgu verkefni sem þau eru að fást við innan skólans. Það hefði verið skemmtilegt ef við hefðum getað að byrja bara strax en ágúst 2023 er handa við hornið þannig að þetta verður komið að við vitum af. Ég mun samþykkja þennan samning og fagna því að við séum komin með þetta samstarf og þessa ráðgjöf inn í skólan okkar. Takk fyrir þetta, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls?
Svo ekki. Þá ber ég upp tillögu fræðslunefndar að samþykkja samning samþætta þjónustu og kennsluráðgjöf, vinsamlegast gefið með merki, og þetta samþykkt samhljóða. Og þá ber ég einnig fram tillögu til bæjarstjórnar að samþykkja framleiðan viðauka 3 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar vegna málsins, en áhrif viðaukans krónur 0. Vinsamlegast gefið með merki. Samþykkt samhljóða. Þá það 4. máladagskrá, það verktakasamningur sálfræðiþjónustu 2023 til 2025. Þetta tillaga frá fundi fræðslunefndar númer 450 sem fram fór 9. mars 2023 að bæjarstjórn samþykki samning skólasálfræðiþjónustu við starfandi skólasálfræðinga Ísafjarðarbæjar. Það Björgu Norðfjörð og Sólveigu Norðfjörð. Gildistími samningsins frá 20. ágúst 2023 til 15. júní 2025. Orðið laust þessa tillögu. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ekki með munnræpu. Þetta bara mjög mörg áhugaverð mál sem koma hérna inn á borð sem vert að lyfta þessu upp í smá orðaræðu. Það gott að við séum komin með þennan samning. Þetta verkferli sem hefur verið við lýði hér í mörg ár og hefur reynst mörgum börnum mjög vel, en við munum eftir því á síðasta kjörtímabili sérstaklega þá var rætt að vegna veðurs og ófærðar þá veðurófærð hamlaði oft því að sálfræðingurinn kæmist hingað til að sinna börnum sem að þurftu virkilega aðstoð að halda, og börn geta ekki beðið endalaust og það geta komið upp áfalli þeirra lífi sem að kalla á það að þau þurfa að fá aðstoð strax. Þess vegna tel ég að það fari betur á því til lengri tíma að við höfum sálfræðing hér í sveitarfélaginu eða á svæðinu, alveg eins og það fer betur á því að við höfum rakara og tannlækna og aðra þjónustu við höndina. Þannig að við ættum kannski, allavega eftir mín skoðun, að við ættum að horfa á það til lengri tíma að vera með sálfræðing í sveitarfélaginu. En ég mun ætla mér ekki að bóka við við þetta mál og ég mun samþykkja það líka. Takk fyrir þetta, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá ber ég þennan samningu upp til atkvæða og vinsamlegast gefið með merki ef þeir eru samþykkt. Og þetta samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá, það óskin breytingu á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008 til 2020. Þetta svæði I9, Dagverðardalur, Orlofshúsabyggð. Þetta tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem haldinn var 9. mars síðastliðinn. Þetta var fundi númer 694. Og tillagan að bæjarstjórn samþykkja hefja málsmeðferð í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust þetta mál, þessa tillögu. Og það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlegast gefið með merki. Samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá, ofanflóðavarnir við Flateyri, breytingar mannvirkja eftir snjóflóð 2020. Þetta tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 694 sem haldinn var 9. mars 2023 að bæjarstjórn heimili óverulega breytingu á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008 til 2020 í samræmi við aðra málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010 vegna úrbóta við ofanflóðavarnir á Flateyri. Orðið laust þessa tillögu. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég hana upp til atkvæða. Vinsamlegast gefið með merki verið samþykkt þessu. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundargerðirnar. Númer 7, það bæjarráð, lögð fram til kynningar fundargerð númer 233 frá fundi bæjarráðs sem haldinn var 7. mars síðastliðinn.
Fundargerðin er í 11 liðum. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá er hún framlögð. Númer 8, það er lögð fram til kynningar fundargerð númer 1234 frá fundi bæjarráðs sem haldinn var 13. mars síðastliðinn. Fundargerðin er í 13 liðum. Vill einhver taka til máls? Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla að koma hérna upp og ræða málefni númerslausa bíla sem eru einmitt líka á dagskrá umhverfisnefndar fundarins sem er hérna aðeins neðar. En það mun þýða það að ég mun ekki koma upp þá, þannig að þið sleppið við það. En þetta hefur sérst verið mál sem hefur verið í vinnslu í ansi langan tíma og kallað á svona þreytu viðbrögð hjá íbúum að það sé ekki brugðist við þessu. Við höfum átt í smá svona samstarfserfileikum, það hefur verið erfileikar á milli Ísafjarðarbæjar og heilbrigðiseftirlitsins hvernig á að standa að þessu verkefni að fjarlægja númerslausa bíla. Við fengum heilbrigðiseftirlitið á fund til okkar í bæjarráð á mánudaginn þar sem við fórum yfir málið og þetta er þá allavega komið á stað og verkefnið okkar er að leysa úr þessum hnútum sem hafa myndast og fara í verkefnið. Það er ekkert annað í boði og við verðum bara að finna bestu lausnina og vonandi tekur það ekki mjög langan tíma. Bæjarstjóra var allavega falið að finna út úr því að setja gerði þar sem að Ísafjarðarbær á að skaffa girðingu með myndavélum þannig að við getum geymt bíla sem að við tökum og svo munum við væntanlega heyra frekar í heilbrigðiseftirlitinu hvernig næstu skref verða því þetta er náttúrulega mikið mál, þetta er stjórnvaldsákvörðun og það verður að gera hann rétt og það verða allir að vera á vagninum og skilja hver á að gera hvað hluti ef að það dettur á milli að það sé ekki synt að líma miða 2 akkurat á réttum tíma eftir að miða 1 er límdur á, þá verður að byrja að ferli upp á nýtt. Þannig að það verða báðir aðilar, bæði Ísafjarðarbær og heilbrigðiseftirlitið að vita hver á að gera hvað og vera samstíga í þessu máli. En ég er allavega mjög glöð að þetta skuli vera komið á stað og vonandi getum við byrjað á vordögum að hreinsa. Takk. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð bæjarráðs númer 1234. Svo er ekki. Þá erum við komin hérna að fundargerð fræðslunefndar. Hún er lögð hér fram til kynningar. Fundargerð númer 450 en fundurinn var haldinn 9. mars 2023 og fundargerðin er í 4 liðum. Orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem að hvessi hljós og þá er hún lögð fram. Þá er lögð fram til kynningar fundargerð fundar hafnarstjórnar númer 239. Fundurinn var haldinn 10. mars síðastliðinn og er fundargerðin í 7 liðum. Orðið laust þessa fundargerð. Kristján, gjörðu svo vel. Og fagna svo mikið í dag þannig að ég ætla að fagna líka og ræða aðeins hér málefni númer 4 skemmtiferðaskip farþegafjöldi. Hafnarstjóri fer yfir hugmyndir að setja hámarksfjölda farþega skemmtiferðaskipa. Ég veit ekki hvort við sofa á verðinum eða hvort okkur finnst bara svona rosalega gaman að taka á móti farþegaskipum sem okkur gerir örugglega, en ég fór svona aðeins að kíkja yfir þetta og það er, ef ég tek bara Ísafjörð, tek þá Suðureyri og Flateyri út þar sem við höfum vona á skipum líka, þá eigum við vona á, ef allir koma 299.300 farþegum í ár og mér sýnist að vera þannig að starfsfólki sé ekki talið með, það eru 114.000 í þessum skipum. Ég veit ekki hvað mikið af þeim koma í land. En ég tel þetta
þetta er náttúrulega brýn tekjulind fyrir höfnina en ég tel mjög brýnt að við skulum þurfa að skoða þetta líka hvernig innviðin okkar þola þetta. Það eru dagar eins og 10. júní sem að koma 3 skip með 8.100 farþegum, 8.200, 11. júní 4 skip með 9.000 farþegum og 7. júlí koma 5 skip með 13.600 farþega. Þetta er ekkert smáttrí sko. Og á innviðin okkar, fjarskiptakerfi, heilbrigðiskerfið og annað slíkt, þá er ég bara, erum við alveg tilbúin í þetta? Er það alveg klárt það? Munum við ráða við þetta? Munum við ráða við það þegar allir þessir farþegar fara inn á 4G og 5G-kerfið eða Wi-Fi-in hérna hjá okkur? Mun heilbrigðisstofnunin geta tekið á móti eða verður mikið veikindi þarna? Ég allavega fagna því að við séum að fara að hugsa út í þetta. Já, ég held við þurfum að stjórna þessu aðeins betur og það eru líka íbúar í bænum og þau hafa einhver þolmörk og það eru aðrir túristar og þeir hafa líka önnur þolmörk og það er alveg líka spurning hvað staðir eins og Dynjandi og önnur sveitafélög hafa útsýnispall og Bólafjall annars slíkt, hvað er þessi staðir heila þola mikið yfir daginn. Þannig að ég ætlaði allavega að fagna því að þetta sé komið á stað og vonandi fáið ykkur að skynsafa lausn í þetta. Ég gerir að fyrir að það komi fyrir bæjarstjórn þegar það er. Takk fyrir þetta Kristján. Gylfi hefur beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar, nú ítti ég ykkur takka hérna. Var það óvart? Ég vil koma upp undir sama lið og ræða þetta. Ég ítti þess að þetta á hann tímstaka hérna held ég, óvart með. Það er sko frá árinu 2019 liggur fyrir skýrsla framtíðarskipan komu skemmtiferðaskipa sem var starfshópur sem systir Kristján Sigríður fór fyrir og þar var unnin mjög mikil vinna sem ég legg til að bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur lesi. Ég fæ ekki betur séð en að þessar línur hafi bara haldið áfram cirka með sömu hallatölu frá því sem þarna var og að öllu sjónarmið sem að þú nefnir og ég held að séu uppi eigi ennþá vel við. Þannig að ég fagna þessu og ég vona að það verði hægt að fá eitthvað vit í þetta þannig að það séu með einhverjum hætti með boðum og bönnum, einhverjum hámörkum eða sko verðstýringu með einhverjum hætti eða að einhver leiti kannski leiðir þetta sjálfur sér ef að 4 skip eru búin að bóka sig og 5. sér það að þá kannski breytir það sinni áætlun. En ég líka velti fyrir mér sko hvað höfnin er að gera til þess að undirbúa þetta sumar þegar að framkvæmdir eru ennþá í gangi og þeim ekki lokið og þannig að það mun þurfa að fara í einhverja vinnu við að passa upp á að fólk rati á rétta stað og misti sig ekki í sandinum eða hvað það nú er sem að kann að koma upp á. Þannig að ég fagna þess að þessi stefna verði unnin og það er ágætt að hafnarstjóri geri þetta kannski einhver fyrstu skref en ég held að hún þurfi svo að vinnast á breiðari grundvelli líka. Takk fyrir þetta Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kristján og Jóhann Birgir. Forseti bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég ætla bara að nefna að síðastliðið sumar þá voru skráð held ég 140 skip, komum 100. Þannig að 40% sem að ætluðu sér ekkert að koma eða sem sagt kom ekki. Að máli búast við því að verði afföll núna líka og það var rætt á þessum fundi að hvort það ekki væri sniðugt að það þurfi sko að greiða ákveðið gjald þegar þú bókar og svo
eða þá að sé sem sagt, og eftir því sem að afbóka fyrir þá færðu stærri hlut endurgreitt. Og þetta var sem sagt, við fórum svona, nokkuð vel yfir þetta, þannig að skip sem að panta sér tíma á höfninni núna, þeir sjá hverjir eru búin að bóka. Að það svolítið líka undir skipafélögunum komið að velja það annan dag eða færa sig til, því að þegar leið og þau bóka þá sjáðu hvað er komið, og það svona vonir okkar standa til þess að það sé að við komum svolítið að ábyrgðinni yfir á þá, að sé með minni boð og bönn heldur erum að skýra og leiðbeina. Takk. Kristján hefur beðið orðið. Já, forseti bæjarfulltrúar, þetta eru bara ágætis umræður. Ég sýni samt allt á öllu byggi að þetta sé ekki að virka, þegar ég held að 13 manns séu mikið í einu, en vonandi er þetta leiðbeina þeim þá einhverju leyti. Mér líst mjög vel á þá hugmynd og kannski hefði hafnarstjórn átt að fela hafnarstjóra einhvers konar finna bókun eða eitthvað ítarlegra efni heldur en bara að skoða fjölda á per daga farþega, heldur einnig hvernig við getum hámarka þá tekjur okkar á hverjum degi og hvort að það sé með því að vera með hámarka á farþegafjölda, þannig að skipafélög verða að velja sér daginn eftir eða daginn áður eða annað slíkt, og einnig held ég að sé þá nauðsynlegt að það sé ekki hægt að bóka bara í hrönnum og sigla svo bara framhjá, því að skipulagning allra aðila og skipulagning innviða fer ekkert sérstaklega vel á við það, þannig að einhvers konar staðfestingargjöld sem eru þá endurgreidd með einhverjum tíma ef það er óbókað. Þetta tíðkast nú bara víðsvegar í ferðaþjónustu, hvort sem við erum að tala um flugfélög eða hótel eða hvað sem er. Ég held að sé kannski bara mjög mikilvægt að þetta sé bara að skoða eitthvað heildstætt, hvernig við viljum gera þetta sem best, og einnig held ég að sé þá væri líka bara kannski sniðugt eins og Gylfi nefnir að bæjarstjóri kanni það kannski og komi fyrir bæjarráð hvernig við erum stödd miðað við framkvæmdir í dag að taka á móti farþegum og hvort við séum ekki örugglega að fara að gera það vel og innilega, og mögulega þurfum við að koma fleirum að borðinu bara hvar við viljum fá þá farþega sem ekki komast í skipulega rútuferðir, því að ég efast að við séum með rúturinn fyrir 13.000 farþega, hvernig við viljum taka á móti þeim og hvort að sveitarfélagi að koma einhver skipuleggingum með áhugasömum það. Takk. Takk fyrir þetta. Gylfi hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Það var birt á vef Bæjarins Besta í júlí í fyrra frétt að skipið Hanseatic Spirit hefði sett ferðamenn í land í æðarvarpi, og þá kom fram í viðtali við þáverandi hafnarstjóra að það hafi lengi verið vilji hafnaryfirvalda að setta verði reglur landtöku farþega á erlendum skemmtiskipum utan hafnarsvæða. Ég beini því til áheyrenda og bæjarstjóra að skoða hvort að þessar reglur liggi fyrir og ef ekki að reyna að kippa því í liðinn áður en að sumarið hefst. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, og þá er þessi fundargerð hafnarstjórnar lögð fram. Þá er það fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar númer 604. Fundurinn var haldinn 9. mars 2023 og er fundargerðin í 12 liðum. Forseti óskar eftir að taka til máls og biður varaforseta að taka við stjórn fundarins. Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Mér langaði aðeins til þess að koma hér og ræða fundargerð
skipulags- og mannvirkjanefndar, bara til að skýra þarna sérstaklega einn lið og það er liður 2 í fundargerðinni sem er aðalskipulag Ísafjarðarbæjar. En til fundarins kom hún Ólöf Valdimarsdóttir til fundarins sem hefur verið fengin til þess að verkstýra verkefninu fyrir hönd bæjarins, vera til aðstoðar þannig upp á 4. hæð. Það á að fara að taka þetta, halda áfram þessari vinnu sem að eins og við öll vitum hófst á síðasta kjörtímabili og náðist því miður ekki að klára. En við vitum þó að það var ýmislegt sem að var unnið og undirbúið á því þá, en síðan hefur ekki verið mikið unnið í þessu í rúmt ár. En nefndin er búin að óska eftir því að fá stöðumat og framvinduáætlun frá Arkís sem er sá aðili sem að bærinn er með samning við til þess að vinna þetta aðalskipulag. Og hefur óskað eftir því að þetta liggi fyrir ekki síðar en 13. apríl næstkomandi. En þá verður fundur skipulags- og mannvirkjanefndar. Þá er ég að tala stöðumat, hvað er búið, hvað þarf að gera í viðbót og einnig þá tímaáætlun. Eftir því sem að ég kemst næst að þá voru flestar nefndir búnar að skila af sér vinnu og það er líklegt að ef við höldum áfram með þetta svona þá fáir nefndirnar þetta aftur til yfirlestrar. Þó var allan að velferðarnefndin ekki búin að skila af sér, en ég sé fyrir mér að síðan verði, eða líklegt að við tökum dagsfund í skipulags- og mannvirkjanefnd þar sem við rýnum þetta síðan allt. En að því gefnu að við fáum eitthvað plan frá Arkís. Það er náttúrulega forsenda fyrir þessu öllu. En mér langaði bara til þess að láta ykkur vita hvernig þetta væri, hvað væri í gangi þarna. En við munum svo koma og upplýsa bæjarfulltrúa og aðra framvinduna þegar eftir þennan fund 13. apríl. Og bíðum og vonum og sjáum hvað kemur út úr því. Annars þurfum við jafnvel að fara að hugleiða einhver önnur úrræði í þessu máli. Það er nú það sem að mér langaði helst til þess að koma hér að framfæri undir þessum lið. Þannig að ég hef lokið máli mínu. Takk. Takk fyrir þetta og þá fæ ég Sigríði stjórn fundarins aftur. Takk Magnús. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætli þessi bæjarstjórn sé ekki búin að vera núna við störf í 10 mánuði og við höfum ekki séð neitt aðalskipulag Ísafjarðarbæjar, stefnu sveitarfélagsins til að minnsta kosti 12 ára. Mér finnst þetta ekki boðlegt og við ættum ekki að þurfa að bíða til 13. Þeir geta bara sendt okkur það sem er komið á blað, það sem er búið að gera. Það er við sem mótum stefnuna, ekki Arkís. Þannig að það þarf eitthvað að snúa þessu við. Ég held að sé ekki margir hérna sem hafa séð hvað er búið að setjast á blað. Hver er stefna þeirra sem hefur komið að þessu? Við bara verðum að fá að sjá eitthvað. Ég veit ekki hvort að fólk bara átti að sjá hvað þetta er alvarlegt mál. Að stefna sveitarfélagsins sé bara í höndum á arkitektastofu. Það er bara getur ekki gengið. Forseti óskar eftir að fá að taka til máls og biður varaforseta að taka við stjórn fundarins. Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og
aðrir bæjarfulltrúar. Þetta alveg rétt hjá Jóhanni Birki, þetta auðvitað ekki boðlegt. Vissulega langt í 13. apríl, en við viljum líka fá, eins og ég allavega hef skilið þetta, þá hefur ekki verið nokkurt einasta samband við Arkís í rúmt ár. Og það þarf að biðja þá tíma áætlun líka, plan næstu skref. Það það sem eiginlega algjörlega grundvöllur að því, það ekki nóg að fá bara einhver gögn. Við þurfum að vita hvað svo. Og það það sem við erum að biðja. Já, það ekki fleira. Jú, það reyndar eitt. Það var að sjálfsögðu það sem atriði sem í útboðinu, eða útboðsgögn, þegar þetta fór í útboð á sínum tíma, það var að krafa að það væri manneskja með reynslu á aðalskipulagi sem myndi vinna þetta inn á stofunni. Og við þurfum að fá staðfestingu á því að sjálfsögðu líka. Því annars sjálfhætt. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég tek undir orð þeirra beggja að þetta sé grafallt mál þó að einhvers staðar liggi nú ekki bara heldur fjölmargar ástæður fyrir að þetta hefur allavega seinkað, það sem kannski aðeins skrítið í eyrum að það sé enginn hér búinn að heyra í Arkís í heilt ár. Ég held að ættum að hringi í þá bara núna hverja einustu viku. Þannig að geta að gefa okkur ykkur svör hvernig staðan hjá þeim. Ég hef svo sem ykkur staðar heyrt að það sé ykkurar skýringar frá þeim sem eru kannski ekki alveg haldbærar og ætla ekki að fara með það hér. En við verðum að allavega heyri næstkomandi ár aftur að minnstakosti, helst fyrr. Varðandi aðalskipulagið þá langaði mig líka að nefna að við erum búin að samþykkja hér í bæjarstjórn að fara í deiliskipulagsbreytingu á Suðurtanga. Það hefur verið gert 5. janúar. Ég man ekki betur en við höfum samþykkt svo öðrum bæjarstjórnum fundi að taka deiliskipulagið hér fyrir ofan, Pollgötu og Hafnarstrætið, lóðir þar við. Ef ég ekki það vitlaus í þessum málum þá myndi ég halda að það gæti alveg haldið áfram og við getum unnið það mál áfram, deiliskipulagið, þó að aðalskipulagið sé í einhverjum höndum Arkís, og ég vona að það sé allavega ekki að hamla því að við séum að vinna því fullu, því að við öll hérna inni skiljum þörfina fyrir húsnæði. Við vitum af áhuga verktaka í bænum að byggja að minnstu kosti nokkur fjölbýlishús. Og ég held, og það væri gaman að vita bara stöðun á því einhvern tímann, ég ekkert að gera kröfu það að komi núna, hvernig staðan á þessari vinnu við Hafnarstræti, við Suðurtanga, við einbýlishús og lóðurnar sem áttu að vera þar, og eins bara hvernig staðan þá á lóðum og lóðarútlutunum á því sem við erum búin að auglýsa eins og við Skógabraut og annar staðar. Og hvort að við þurfum ekki öll að fara að ýta á þennan vagn að það fara að halda nú, því að nú held ég að Tunguhverfi sé verða fullt, þessi raðhús og lóðir sem vorum á útlutum, voru það ekki bara síðustu lóðirnar sem við gátum útlutað þar. Og miðað við það sem í pípunum hér fyrir vestan og miðað við það sem við montum okkur af hvað við erum að vaxa á dafna, þá megum við ekki klúra því með að vera ekstra eftir í þessu. Þannig að ég bara brýni okkur og bæjarstjóra að fara í þetta mál að kanna þetta, hvernig staðan á Hafnarstrætinu og deiliskipulaginu þar og hvenær við getum bara hreinlega að fara að auglýsa fjölbýlishús og lóðir hér á eyrinni. Takk fyrir þetta, Kristján. Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég tel að þessi deiliskipulagsvinna, staðan á aðalskipulaginu ætti ekki að hamla því að sú vinna sé unnin. Og mér finnst þetta, ég hafi verið bara, ég fagna því að það sé óskað hérna eftir stöðu á hvar skipulagsmálin eru stödd, eins og þessi
þessa deiliskipulags vinna sem að Kristján nefndi og og við skulum bara gera okkur best að koma fram með slíkt minnisblað fyrir fund. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arna, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, jú, þessi deiliskipulag eiga að vera hafin en það hefur lítið gerst. Það er nú ekki að það stendur undir ekki upp á tæknideildina, heldur hefur okkur gengið illa að fá fólk til að vinna við skipulagi. Það er bara, þetta er mjög eftirsettur starfskraftur, en við erum bara með þetta í röðinu. Við vorum að klára núna Tornes og og gamla Gæsló, þannig að þetta er bara í röðinni og það er algjörlega brýnt að við verðum að koma sér í gang og við erum búin að úthluta síðustu lóðin í Tungukori. Þannig að við erum náttúrulega með á fjárhagsáætlun að fara í Tungukvarfið og í Seljalandið og útbúa lóðir, að við eigum eitthvað lóðir. Þannig að ef það kemur einhver upp á fjórðu hæð og segir bara, herra, ég ætla að byggja einbýlis á Ísafirði, þá eigum við ekki lóð. Þannig að þetta er bara algjört forgangsmál hjá okkur að græja það. Og við náttúrulega sóttum með Fiskeldissjóð til þess að undirbúa þessar lóðir. Það þarf náttúrulega að gera göttuna klára og gera fráveitu og vatn og allt sem fylgir að geta sett lóðirnar á útdurstun. Það skipulaði sér tilboð, það er ekki nóg, heldur það líka að græja alla undirvinnuna. Þannig að það verðum við að gera í sumar því að ef áætlanir okkar spárgangu eftir þá er að fara að fjölga og það er ekki nóg að geta boðið upp á einbýlis og ráðslóðir, heldur þurfum við líka að geta boðið upp á þessar fjölbýlislóðir sem við sjáum þá vissilega fyrir ef við getum gett á Eyrinni og þess vegna verðum við að setja það skipulag í ákveðin forgang. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki þá færi ég Sigríði stjórnfundarins aftur. Takk fyrir þetta. Það hefur enginn beðið orðið. Þá er fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar framlögð. Og að síðustu þá er hér lögð fram til kynningar fundargerð fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar númer 129. Þessi fundur var haldinn 1. mars 2023 og er fundargerðin í 6 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það hefur enginn beðið orðið og þá er sú fundargerð framlögð. Og dagskráin er tæmd og klukkan er 17:46 og ég segi fundi bæjarstjórnar slitið.